Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. nóvember er fyrsti sunnudagur í aðventu, en aðventan markar upphaf nýs kirkjuárs. Nýtt kirkjuár byrjar í eftirvæntingu til jólanna, fæðingarhátíðar frelsara okkar. Aðventan er tími ljós og friðar, tími tilhlökkunar, tími minninga, en einnig tími söknuðar vegna þeirra sem hafa kvatt og farið á undan okkur. Þema dagsins er Drottinn kemur. Í lexíunni úr Jeremía er spádómur fæðingu Jesú, sem segir að Guð ætli að láta rætast fyrirheit sitt að bjarga líf sínum. Í pistlunum bankar Jesús á dyr hjartna okkar og í Guðspjallinu las Jesús spádómsorð Jesaja og opinberaði hver hann væri. Textar dagsins eru aðeins nokkur vers og því ætla ég að lesa þá. En við skulum byrja þessa stund á hefðbundinn hátt, signa okkur og segja saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían sem er úr Jeremía hljóðar þannig. Þeir dagar koma, segir Drottinn, þegar ég læt hið góða fyrirheiti rætast sem ég gaf Ísraelsmönnum og Júdamönnum. Á þeim dögum og á þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaksa af ætt Davís. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júda bjargað og Jerúsalem verða óhult. Þetta nafn verður henni gefið, Drottinn er réttlæti vort. Í pistlinum sem er úr opinberabókinni segir Jesús: Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann sem sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Í Lúkasarguðspjalli er síðan þessi frásögn. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er: Andi Drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár Drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundunni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra. Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í dag er fyrsti sunnudagur í aðventu. Nýtt kirkjuár er hafið, en eitt kirkjuár spannar ævi og starf Jesú Krists. Ef við myndum líta á árið eins og skólaár og sjá Jesú sem kennaran og að við þyrftum að taka próf í lok ársins, þá myndum við ef til vill lesa og íhuga orð Guðs á annan hátt. Fyrir landafræðipróf myndum við leggja á minnið hæstu fjöll, stærstu jökla og lengstu ár og svo framvegis. En í kristinfræði eru aðrar áherslur. Þar eru spurningarnar: hver er Jesús? Til hvers kom hann? Tókst honum ætlunarverk sitt? Hvað kenndi hann? Hvað ætlum við að gera með boðskapinn? Og myndum við ná prófinu? Þemað í dag er Drottinn kemur. Lexían sagði að Guð ætlaði að láta sitt góða fyrirheiti rætast. Guð ætlar að bjarga líf sínum. Í Gamla testamentinu er að finna nokkra spádóma komu Messíasar. Það er komu þess
sem að myndi frelsa líðin. Jeremía segir að Guð muni láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Og í Jesaja segir af stofni Ísai mun kvistur framspretta og sproti vaxa af rótum hans. Andi drottins mun hvíla yfir honum, andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og guðsótta. Og annars staðar stendur, hann óx upp eins og viðarteinungur fyrir augliti drottins, eins og rótarkvistur úr þurri jörð. Myndmáli sem er notað er tré. Það er talað kvist, sprota, viðarteinung eða rótarkvist. Og í Jóhannesarguðspjalli notar Jesús þessa sömu myndlíkingu hann segir: Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Þið eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til ykkar. Verið í mér, þá verð ég í ykkur. Og athugið, greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðinu. Eins getið þið ekki heldur borið ávöxt nema þið séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þið eru greinarnar. Myndmálið er skýrt. Greinar vaxa út frá stofni trés og fá næringu frá rótum þess, það er orði Guðs. Og án næringar ber grein ekki ávöxt. Spádómurinn sagði að frelsarinn myndi vaxa sem kvistur eða sproti. Og núna skiljum við að sprotin eða kvisturinn merkti lítið og ósjálfbjarga barn. En menn sáu ekki frelsun í litlu barni á þessum tíma. Svo að Jesaja var sannspár þegar hann sagði: Hver trúði því sem okkur var boðað? Og hverjum opinberaðist armleggur drottins? Annaðhvort misskildu fræðimennirnir spádóminn eða höfðu einfaldlega allt aðrar hugmyndir hvernig Guð myndi frelsa þá. Því fór látlaus innkoma drottins í þennan heim gjörsamlega framhjá þeim. Og það var aðeins fámennur hópur sem fagnaði fæðingu hans. Spádómurinn sagði að sprotin myndi vaxa upp úr þurri jörð. Það er, Jesús fæddist ekki með silfurskeið í munni, né var hann alinn upp í allsnægtum. Spádómarnir tilgreindu heldur ekki hvern Guð myndi senda. Því bjuggust menn alls ekki við að hann myndi senda son sinn. En armleggur Guðs er sama og framlenging á hendi Guðs. Já, svo elskaði Guð heiminn að hann sendi son sinn, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þá höfum við svör við tveimur spurningum. Jesús er sonur Guðs og hann kom til að frelsa okkur. Eina krafan fyrir frelsun er að trúa á hann. Í pistlunum segir Jesús: Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans. Jesús bankar á hjörtu allra. Það er okkar að opna og hleypa honum inn. Þemað í dag er, eins og ég sagði áður, Drottinn kemur. Við vitum að spámenn Guðs sögðu fyrir komu hans. Við þekkjum boðskapinn, höfum heyrt sögurnar, heyrt kraftaverkin og þekkjum píslarsöguna sem vitnar að Jesú tókst ætlunarverk sitt þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Hann kenndi að við ættum að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Og flestar dæmisagna hans fjalla ríki Guðs. Svo hvað ætlum við að gera með boðskapinn? Höfum við komið auga á aðalatriðin
eða höfum við týnt okkur í einhverjum smáatriðum sem hafa ekki áhrif á sáluhjálp okkar? Höfum við þegið gjöf Guðs? Í Guðspjallinu er frásögnin þegar Jesús fór á hvíldardegi í samkunduhúsið í heimabæ sínum Nasaret og hann las í Jesaja þjónustu hlutverk frelsarans. Hann las: Andi Guðs er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann sendi mig. Fram til þessa höfðu menn notið þess að hlusta á Jesú í samkunduhúsinu, því Guðspjallið sagði að hann fór að vanda sínu þangað til að lesa og hvar sem Jesús fór safnaðist fólk að honum og hann kenndi orð Guðs. En eftir lesturinn þennan dag, þegar allra augu hvíldu á honum og Jesús sagði að nú hefði ritningin ræst í áheyrn þeirra, þá rættist að auki spádómur Jesaja aftur. Hver trúði því sem okkur var boðað? Vantrúin yfirtók huga þeirra sem hlustuðu. Fræðimennirnir þekktu og sáu Jesú einungis sem son Maríu og Jósefs. Það er sorglegt hve oft menn hafna einhverju vegna þess að þeir hafa aðrar hugmyndir hvernig hlutirnir eigi að vera. Ekki bara í trúmálum, heldur einnig í sambandi við venjulega veraldlega hluti. Ég er ekki að mæla með því að við trúum öllu sem fyrir augu og eyru ber, heldur að það geti verið gott að gefa sér tíma til þess að íhuga málin svo að við missum ekki af réttu lausninni. Leiðtogarnir hugsuðu sig ekki þeir höfnuðu Jesú, en margir hinna almennu borgara tóku honum hins vegar fagnandi. Spádómarnir Jesú rættust, kenningar hans lifa ennþá og við lifum í von að fyrirheiti Guðs muni rætast. Nú er nýtt kirkjuár runnið upp. Á aðventunni liggur eftirvænting og tilhlökkun í loftinu. Fæðingarhátíð frelsarans er í vændum, hátíð ljós og friðar. Í spádómum fæðingu hans var honum líkt við viðarsprota og síðar sagði Jesús að hann væri hinn sanni vínviður og við værum greinarnar sem vaksa og fá næringu frá honum í gegnum orð Guðs. Án tengingar við hinn sanna vínvið er hver grein aðeins líflaust sprek sem þarf að sníða af. Á nýju kirkjuári fáum við enn eitt tækifæri til að heyra boðskapinn aftur, hlusta á sögurnar, auka skilning okkar, styrkja trúna, verða ríkari í hjarta og bera ávöxt með því að bera boðskapinn áfram. Boðskapinn að vegna kærleika Guðs erum við af náð, frelsuð fyrir trúna á lítið barn sem fæddist í fjárhúsi, var lagt í jötu en var frelsari heimsins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.